móti mér. Þeir að hlusta á FM 95 blöð. Hæ. Og við erum í stuði. Það? Já, hvernig ertu? Ég alveg fínn maður. Já, þú ert alltaf búin að vera í stuði í dag, hana. Ég bjóst bara að við varum í stuði áfram. Já, eintóm gleði og hamingja í mín í hjartakallin minn. Það maður ekki líka bara í stuði og heyra Crazy Bastard? Já, það er náttúrulega gana hægt, sko. Ná, getur þetta að fara að breyta þessi í sjómle? Það var sjómle í byrjun þáttar, kannski? Já, við höfum bara alltaf að spila öll lögin sem við höfum gert í þetta. Já, bara, og hafa þáttinn bara þannig. Byrja á Crazy Bastard og enda þetta á sjómli. Já, getum gert það. Og látið svona eins og sé vegna fjölda áskoruna. Já, eins og maður segir alltaf þegar það er engin áskorun. Já, það er bara svona, hörðu, það eru allir að hvetja okkur í að... Já, vegna fjölda áskorun, það er alltaf að spila hennar rekk aftur. Ég man þess að við notuðum þetta ítrekkað í 70 mínútum. Já. Ef að við vorum búin að reyna að taka eitthvað upp og það gekk ekki, það var alltaf svo leiðilegt að þurfa að endur sína. Já. Hvað er þá endur? Ég hef ekki bara sína endum bara földu myndalan sem var þarna síðast. Ok, og svo bara kveikt á myndalinni. Herri, já, vegna fjölda áskoruna hefur við ákveðið að sína aftur földu myndalina frá því í síðustu viku. Já, og við erum bara að svara þjóðinni, það vilja allir fá að sjá þetta aftur. Ekki einn haugur búin að biðja um þetta. Einu öllum drullu svo. Já, en svona er þetta. Við erum að basically að útskýra fyrir ykkur þarna þegar fólk er að tala um vegna fjölda áskoruna, þá er það oftast lygi. Já. Það er bara því á ekkert annað. Já. Það er sko alveg hárrétt. En við erum með frábæran þáttandakur í dag, kæru hlustendur, hann er á leiðinni til okkar, hann Sindri Sindrason. Hann er að fara að byrja með þáttinn sinn heimsókn eftir á morgun. Nú ætlum við að ræða eins við hann. Svo við ætlum að nýta okkur líka svolítið, við erum barnalegir, Sveppi. Eða svolítið barnalegir í húmor. Það verður bara viðurkennast. Já, en það er sem sagt helgina er Bear on Ice, maður. Bear on Ice hátíðin, eða hátíð bánsalegra homma, eins og stendur hérna á vísi.is. Og þetta er mjög vinsæl hátíð, það koma menn allstaðar á heiminum og koma til Íslands og er að skemmta sér. Og sem sagt svona bánsalegir hommar eru sem sagt, já, samkvæmt þessari grein hérna svona íturvaxnir kallmenn og menn með skegg og eitthvað. Svona eitthvað, Bears on Ice eins og þetta hittir. Við ætlum að vinna svolítið með það í dag. Já, ég er mjög spennandi. Já, við ætlum að ringja í 2-3 vinn okkar sem við teljum flokkast undir bangsa. Já, og þetta er það mjög gaman að skoða heimasíðuna. bearsice.org. Já, fullt af myndum. Það eru myndir af mér í bláa lóninu, fullt af svona stórum, loðnum, hressum hommum í bláa lóninu. Já, bara mjög gaman. Það er skemmtilega. Þeir bara virkar fáránlega gaman. Þetta er eins og Cam í Modern Family, hann myndi flokkast undir a bear. Já. Og hann er eiginlega bara einn uppáhaldskarakterinn minn í sjónvarpsþáttum. Hann er frábær, hann er ekta svona Bear on Ice guy. Já, hann er svona hress, Bear on Ice. Við ætlum að ringja í menn sem held ég að verða ekkert allt á hrifni með að fá svona símtal. Og Hugi Halldórs, Rikki G og fyrir. Huga og Rikka og spurðum það út í helgina. Aldrei veit hann mér ringi pappa bara. Skoðum það, ég er ekki viss með það satt. En við ætlum líka að reyna að ringi mömmu út af preppinu sem við vorum með. Svo eru Sturla staðrendir og fastir liðir bara. Þetta er eins og annað. Já, við erum með helling handa ykkur. Þetta er engin game í sindi, það er bara besta tónlistin í bænum. Já, og 2 hressir kumpána með ykkur til 6 í dag. Ertu með slúður á eftir? Slúður er hér á eftir. Fínasta slúður. Ertu með crazy... Já, Sturla staðrendir. Insane Facts, það er á sínum stað. Það eru alltaf á sínum stað. Þannig að hlustendur þurfa ekkert að örvænta. Nei, ég get lofað ykkur því líka, kæru hlustendur, að við munum gera allt sem við getum næstu 2 tímana til að reyna að fá okkur til að brosa og hlæja og létta ykkur lundina. Njóta lífsins, maður. Já, það ekki. Svona 3. dagur, það er komin, september er ekkert uppáhaldsmánuður manns. Jó, það ekki. Ég reyndar sko, kann vel við þetta núna. Ég finn svona í hjarta mínu, þetta er svona nýtt upphaf. Þú sagði mér reyndar í fyrra að þið líður best í myrkri. Já, ég finnur að myrkri er að koma maður. Já, þú vilt það. Já, bara elska myrkri, sko. Reynda kom Björn Bræði með góðan punkt í gerð, að það er 1 kostu við september. Þú getur ekki orðið fyrir vonbrigðum, fattar þú? Það er eins og á sumrin stundum, þá eru allir kannski úti í góða veðrinu. Það var ekkert gott veður í sumar, en segjum að þeirra datt inn gott veður, þá sást á Instagram og Facebook allir að hoppa yfir fossa og grill og eitthvað, þá var ekkert voðalega þægilegt kannski að liggja heim upp í sófa og horfa á sjónvarpið, þá fannst þér eins og ættir að vera að gera eitthvað. Núna getur þú bara til að heima þér, það er september og viðbjörn. Ef það kemur snjór þá hugsaður, það er september. Þetta er bara eitthvað. Verður ekkert fyrir vonbrigðum í september. Hann getur ekki orðið góður, hann getur bara komið óvart. En ég líti á þetta svona eins og með áramót, sko. Þetta eru áramótin hjá mér. Nú er tími breytinga. Já. Nú er tíminn til að byrja upp á nýtt. Eins og hvað? Nú er tíminn bara til þess að... Hvað ætlar að breyta í september, ef ég spyrði? Nú ætlum ég til dæmis að breyta mataræði og ég ætla að breyta hugafari. Ég ætla að reyna að vera jákvæðari í garð
einhverja eða eitthvað. Já, hætt að dæma. Hætt að dæma fyrirfram. Það bannað að dæma. Hætt að dæma fyrirfram. Já. Nei, það nauðsynlegt. Það nú reyndar grein sem þú vildir að við Bjössi tókum hann aðeins fyrir í gær en þú vilt nú ræða hana betur eftir. Það eitthvað sem segir mér að þú verður ekkert alltaf jákvæður í þeirri umræðu. En já, sjáum til. En allavega það september og við getum ekki orðið vonbrigðum. Það svona basically skilaboð okkar Sveppa. Til ykkar hlustendur. En við höfum eftir að hafa gott í dag. Mér lofa því. Hvað ætlar að spila? Þetta vinkun okkar Pink. Já! Right from the start. You were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me, oh, tell me you've had enough of our love. Það ekki að spyrja hann í Pink, hún alltaf stendur fyrir sínu, syngur eins og engill og... Þetta flott lag hjá henni. Já, þetta ágætt hjá henni. Ég var að hugsa svona, ég hugsaði á meðan hún söng það, þetta eitthvað lag sem ég get sungið jafnvel og hún. Hugsla fyndið. Það svo heldur góður. Ég hugsaði það samt. Já. En kannski gerir það ekki, sko. Nei, en þér finnst það? Nei, ég hugsaði það. Þér finnst þú syngja vel, eða ekki? Þú reyndar syngur ágætlega. Já, ég held alveg lægi og svona, sko. Já, en þú syngur þetta ekki vel og heldur þú syngir. Nei, það vandamáli með mig, sko. Já, og það ekkert bara ég sem segja það, konan líka á fleiri, sko. Já, en þetta nefnilega máli með mig, sko. Að eins og vorum að tala nú september og ég ætla að fara að breyta hlutum í mínu fari. Já. Svona upplýsingar eru bara, ég sko teflon húðaður fyrir svona upplýsingum. Já, ok, þannig að bara þetta fór inn eitt og út hitt. Já, þetta bara kom í mig og datt af. Já, þú hugsaði. Ok, Ödd að reyna að vera leiðilegur með núna. Já, hann að minna mig á eitthvað sem ég veit. Ég ætla ekki að hlusta á það. Já. Þetta endar, ég ránaði með þetta nýja hugafarið. Já, og það eitt, sko. Aldrei. Eitt sem ég átt að muna núna. Það alltaf gott að byrja á alls konar svona í september. Kottu með það, ég skal taka það til mín. Aldrei hlusta á neitt nema sjálfa þig. Já, nei, það ekki gott ráð. Jú, þannig hef ég lifað í mörg ár. Já, það samt, þú veist, það mjög gott að fá góð ráð frá góðu fólki. Það bara hjálpað mér ekki um tíðina. Það ekki ráð. Hlusta bara á sig. Fólk kemur og segir, heyrðu, þú átt að gera þetta, heyrðu, þú átt að prófa að gera þetta, heyrðu, hvernig verður þú að gera þetta? Akkur átt að gera þetta svona, maður bara svona, hey, fuck off. En hlustar ekki á konuna hennar? En hún kemur mig aldrei með góð ráð fyrir mig. Jú, nema kannski bara, ég hlusta alveg á hana þegar hún segir, heyrðu, það þarf að taka til inni, sko. En kemur hún aldrei með góð ráð, þannig að það bara í lífinu? Hún kemur svona hugmyndir af góðum ráðum. Já, sem að þú svo tekur sjálfur. Svo bara, á endanum stjórna ég. Já, ok. Það gott að heyra. Þannig átt að vera í september. Frábær ráð hérna að Sveppa. Hlustiði bara sjálfu... Já, hlustaði bara sjálfa þig. Ekki hlusta á neitt nema sjálfa þig. En ertu til í smá slúður? Já, það þarf að vera gott. Já, ég með ágætispakka. Það loksins búið að ráða í aðalhlutverkin í kvikmyndinni 50 Shades of Grey. Við erum mikið búin að fjalla um þetta í slúðurinu. Margir verið orðaði við þessi hlutverk, en nú loksins búið að staðfesta hverju koma til með að leika aðalhlutverkin. Þetta sem sagt einhver langvinnsalasta bókin síðustu ár, sko. Þetta svona einhver svona sexy bókvíst og gríðalega vinsæl. En það Dakota sem dóttir Don Johnson og Melanie Griffith sem kemur til með að leika aðal kvenhlutverki. Ég þekki hann ekki, hún heitir Dakota Johnson. En svo karlmaðurinn sem í aðal hlutverki. Ég þekki hann nú, en hann ekki frægur. Hann heitir Charlie Hunnam og leikur aðalhlutverki Sons of Anarchy fyrir ykkur sem hafi horft á þá þætti, virkilega góð þættir. Það ljósari gaurinn með síðahárið. Hann víst alveg sjóðandi heitur, sko. Hann myndalur, við verðum að gefa honum það, sko. Þannig að það svona tvö óþekkt. Ég hef ekki lesað þessar bækur, sko. Nei, ég var með styrla staðrindum daginn, eitthvað kynlíf kemur, sko orðið kynlíf kemur 280 sinni fyrir í bókinu eitthvað. Já, þetta eitthvað voða mikið svona... Já, sko hvernig getur... Þetta bara eitthvað djöfus klámviðbjöður, held ég. Já, hvernig getur ég orðað þetta pænt? Já, þetta eitthvað svona, það eitthvað gretta við að lesa þessa bók. Já, og þetta kveikir vist í konum og þær verða svona... Já, það bara konum en ekki kallin líka? Ég held þetta svona konubók eða? Sko, 50 Shades of Grey svona eins og RedTube fyrir kalla. Já, ok, þá nægir þessu.
Herðu, þá skulum við fara bara hérna í næstu. Konur, veit, þetta klám fyrir konur, skilur. Já, menn þetta samt ekkert klám, þetta bók. Já, ég veit ekki, veist hvernig konur eru. Konur ekkert eitthvað, þær geta þær... Það með betra ímyndanafli en við? Já, alveg pottþétt. Já. Miklu betra. Já. Og þær ímynda sér, sko, eins og til dæmis, ef að maður að einn með sjálfum sér, þá, þegar það er að fara út í hérna? Ég er bara að ræða fyrir þig munin á kall og konum. Ímyndanarafl. Ég er hókin að reynslu, ég er 36 ára gamall maður. Þær geta sko, þegar þær eru að stunda sjálfsfróðun eða eitthvað, þá eru þær sko, búa þær til einhvern svona leikþátt sem að byrjar bara wherever, skilurðu. Hvað, er það búin að vera að njósna eða? Nei. Og og þær sem sagt, skilurðu, ímynda sér að þær sé að hitta einhvern svona mann eða og þau séu þarna og aðstæðurnar, þær búa til alveg svona heim í kringum aðstæðurnar. Á meðan við okkur nægir bara að sjá bara allsbera konu útglenda, skilurðu, þá voru við bara vá, hvað er þessi? Það voru konur miklu svona. Herðu, ég ætla að halda á hann með slúður en það er komin góðu gestur, hann heitir Sindri Sindrason. Við ætlum að, þú eiginlega slúðri bara með einhverju klámtali hérna. Við ætlum að fara í auglýsingar og ræða svo við Sindra. FM 957 kynnir skólaleikur FM 957 og Kringlunar. Taktu myndaðir þar sem þú lætur fara vel þig í nýju flottu hægindastólunum í Kringlunni og postaðu á Facebook-síðu Kringlunar. Mundu að merkja þig á myndina en heppnir aðilar verða dregnir út og fá vegleg gjafabréf frá flottum verslunum. FM 957 og Kringla. Nú er skólastemning í Kringlunni. Allt sem þarf fyrir skólan á einum stað. Kringlan af öllu hjarta. FM 957 og OK-búðin kynna Back to School Instagram-leikur OK-búðarinnar. Sendu inn mynd á Instagram af þér við að æfa einbeitinguna, sama hvernig þú gerir það. Merktu myndina með tagginu OK-búðin og hashtaggaðu einbeiting á Instagram og þú ert komin í pottinn. Leikurinn fer fram frá 12. ágúst til 7. september. Verðlaunin eru ekki af verri endanum. 2 heppnir þáttakendur verða dregnir út á handahófi og vinna glæsilegar fartölur frá OK-búðinni. Önnur fartölan verður dregin út kringum 20. ágúst og hinn þegar leiknum lýkur þann 7. september. FM 957 og OK-búðin fara back to school með fulla einbeitingu. Upplifðu dansgleðina að Hættis og You Think You Can Dance með Cameron Bink. Fjöldi sjóðheitra námskeiða í boði, danskeppni og glæsileg jólasýning í Hörpu. Tryggðu þér pláss á danscenter.is. Dansgleði með Danscenter og Stöð 2. Dansstudio World Class. Byrjum 9. september. Komdu í pröfutíma. Frítt líkamsræktarkort fyrir 15 ára og eldri. Skráning er í fullum gangi. Glæný heimasíða dansstudioworldclass.is. Vertu velkomin í IKEA. Í tilefni af útgáfu nýs vörulista bregðum við á leik. Kíktu á leikreglurnar á ikea.is. Komdu svo í verslunina og taktu þátt. Láttu eins og heima hjá þér. IKEA. Jack Live á Gaugnum föstudaginn 7. september. Framkoma Kaleo, Jan Mayen og Vintage Caravan. Húsið opnar kl. 22:00 og tónleikar hefjast kl. 23:00. Jack er á vænu og stuðið verður sturlað. Miðvikudag á Stöð 2. Sindri Sindrason heimsækir Kristínu Björnsdóttur sem býr í stórglæsilegu húsi í Garðabænum. Kíktu í heimsókn með Sindra. Heimsókn fyrsti þáttur miðvikudag kl. 20:15. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Anna Kendrick hér með lagið Cups eða Bollar. Þeir að hlusta á FM 95 Blö, styttist hér í símtöl sem að tengjast, hátíðinni Bears on Ice og hann er einmitt komin hingað talsmaður hátíðarinnar, bánsalegur Hommar, verður velkomin Sindri. Hvað segir þetta? Mér langar endilega að segja frá þessari hátíð sem það er núna. Nei, við erum að ringja í huga og Rikka G og eftir að stríða það mæns. Þetta er nú ekkert hátíð sem þú kemur nálægt til það? Nei, voða lítið. Bears on Ice. Lítið spenntur. Þú ert alveg svona bánsalegur. Er það ekki? Þú ert alveg bánsalegur, getur þú svona lítill krutt.
Þú það lítið vastanlegur, getur það svona likla kipubónsi. Þú getur að hangja þar með mér. Já, Sveppi, við erum nú að rætta. Sveppi, þú ert nú svona, ef að þú væri samkynhneigður, þá væri þú bangsi. Já, þá væri ég fremstur í flokki þarna, sko. Fremstur meðal jafningja. En þetta er samt, talað þetta, það er ekkert eitthvað svona hjá gagkinnum eitthvað, það er ekki talað eitthvað svona bangsa. Er þetta eitthvað bara hjá samkynnum? Já, það lítur að vera. Þekkið þetta? Ég þekki þetta mjög vel, sko. Já. Þetta er náttúrulega, veist, ég meina, þetta er bara svo leðurhómmarnir, skilur, það er alveg sér klúbbur. Já, sko hættar að leður. Talandi með þetta, hvað er þetta mömmuðinu, Sveppi? Já, hún er svo resmar. Hún er alltaf góð. Hún er leðurhómi. Já, en hann er nú komin hingað til okkar, hann Sindri, og það er ekki tengt þessu. Nú er bara stríðunum á því að það er tengt að við erum að fara í loftið aftur á morgunni heimsókn. Heldur betur. Já. Og, já, hvað, þú ert búið með eitt sísón að vera í fyrra? Já. Ekki? Jú. Gekk vel? 40 þættir. 40 þættir, maður. Gekk svona skrambi vel að við ætlum að setja þetta í lokaða dagskrá. Já, ok. Það er róvinsalt hjá einhverjum. Nú kemur svona einhver kommentar á netinu. Gat verið að þau myndir loka þessu. Já, nú veit Jón Ásgeir fá eitthvað fyrir peninginn, eitthvað svona. Kemur eitthvað svona lið. Ég er ekki að borga peninginn að þetta, helviti. Nei, en þeir sem að náttúrulega vil ekki borga, náttúrulega getur bara getið þess út í frí, sko. Já, það er nú bara þannig. En þetta er sem sagt að byrja morgun í lokari dagskrá. Í lokari dagskrá. Já. Man ekki alveg klukkan hvað, ég held í kringum 8. Held í kringum 8, ok. Og hingað til hef ég nú fengið svona gagnrýni á mig, en þetta er nú veruleika fylgtum maður. Nú? Já, inn á öllum þessum glæsilegum heimilum. Hvernig heldur hún að þjóðin lifi? Það er svolítið þetta. Ég fæ rosa marga pósta svona. En þetta snýst náttúrulega ekki minn smekk og ég held að ég, sko, eins og ég segi, búin að gera 40 þætti og ég fer alveg frá og til og ég gerir held ég ennþá meira að því núna. Ég fer alveg inn á stóru glæsilegu heimilum og litlu glæsilegu. En ég held að segja sér líka bara pínu sjálft, sko, að sá sem er til dæmis að kommentara þetta kannski, það er kannski smá drastleima hjá honum og svona, þegar fólk er að bjóða heim til sín, sjónvarpsþætti heim til sín, þá ertu búin að gera eins huggulegt og þú getur, eða ekki? Jú. En svo er alveg skemmtilega að fara inn á heimili sem líti ekki út eins og heimilum hans. Sem er aðeins öðruvísi. Já, það er eitthvað smá uník og einhver sniðu hönnun. Ég menn, hvað snýst þetta? Þú kaupir ekki Bob Bedri og vilt fá bara eitthvað venjulegt heimili. Þú skoðar Bob Bedri að því að þið langar til þess að já, þetta er sniðugt og þetta er sniðugt. Og þetta er alveg, sko, við förum inn á Pipasveina íbúð, förum til Biskups, förum til Rögnu Árna, fyrir til dómsmálaráðherra, hún býr í gömlu fallegu húsi. Hvernig er Biskupinn, hvernig býr hann? Heyrðu, þetta er náttúrulega Biskupssetrið, Biskupsgarður heitir það, þannig að þetta er mjög svona Danish old glamour, mjög glæsilegt og hún var svo skemmtileg. Já, biskupinn okkar. Já, skemmtileg kona. Já. Og svo er þetta alveg, eins og ég segi, þetta er alveg frá og til, ódýrar líka ódýrar skemmtilega lausnir hvernig að gera, þannig ég fer alveg, þetta er alveg frá og til, sko. Já. En ég er allir alltaf tilbúinir að hleypa þér inn. Hverjir hafa sagt nei við þig, Sindri? Heyrðu, ég held að það sé bara ein manneska sem hefur sagt nei. Já. Viltu nafngreina? Nei. Helvítið hún Svafa Jóhansen. Svafa verður ekki vilja að hleypa þér inn. Nei, hún er eitthvað... Hann tala ekki bara Bjössa. Já. Hann myndi hleypa þér inn. Hann er svo vitlaus. Þetta er gólfsettið mitt. Þetta eru fötin mín. Nei, en þetta er, ég held að... En það er allir, já, málið það. Þetta er alltaf auðveldur og auðveldara. Já, það er náttúrulega því fleiri sem er auðveldra að selja fólki þetta þegar 40 aðrir er búin að gera þetta. Það er nú heila málið. En það er alltaf líka þannig, það er miklu léttara, Björnsson og góða vinnur okkar, það er alltaf léttara að selja kallmannum í svona sambandi þegar ekki að fá að koma inn á heimili heldur konum eða ekki. Já. Alltaf þegar við vorum að taka kostningasjónvarpið við Sveppi, þá voru, frambjóðin reyndar kannski alltaf til, en konuna voru svona, herðu, ekki þannig að það var svona einhvern veginn léttara að selja, við erum mittlisari, kallmenninni bara einhvern veginn. En er allir til í þetta? Svona yfirleitt. Þetta verður alltaf auðveldra og auðveldra. Þannig að fyrst var þetta einhvern veginn bara, já, ég glemdi þér. Líka að fólk hefur séð þáttin eða ekki? Þetta er svona vel gert og... Já, ofbáslega vel unnið. Ég er alveg með indæmum skemmtilegu. Náttúrulega klippið það þannig, ég er bara, nei, út með þetta. Ég sagði þetta vitlaust. Þegar þú ert að klippa þetta, ertu líka alltaf að reyna að finna svona bestu mómenti með þér? Þetta er gott close-up hérna. Basically segir alltaf viðmælandi alltaf bara, Já, það er svo bara, þetta ertu bara að köpa. En svo er þetta nú líka það sem er oft svona vinsælt, það er mjög vinsælt að fara heim til fólks því að það er svo mikið að fólki hérna úti í samfélaginu með bautlandi svona gæðþörf. Já.
Það er alltaf svona, heyrðu, ég verð nú að horfa á heimsóknin í kvöld, þannig nú að fara heim til þennar. Ég veit nú ekki betur en að hún hefði verið með. Skilur þau? Það fólki finnst alltaf gaman að skoða heim til fólk. Hvað ætlar að gera í september? Þú ætlar ekki að vera jafn neikvæður og það að vera. Nei, sástu, ég sagði... Þú strax komin í bara, fólk mikið... Fólk er fíbl, svona fann að lýsa fólki bara strax. Já, ég sagði þetta brosandi. Það reyndar. Maður gerir þetta samt. Það er bara svo gaman að kíkja inn til fólks og þetta er svona bland af sjálfstæðu fólki og innlit útlit. Ég er ekki beint ykkur, hey, wow, gansar þetta smart lampi. Þetta er meira bara svona... En þú hefur líka áhuga á þessu. Ég hef reyndar mikinn áhuga á þessu, já. Þú ert svolítið svona... Já, kontu með góða orði yfir þetta. Húsgagnapervert. Húsgagnapervert. Ég ætla að segja Ég var alltaf að segja að þú var í húsgagnapervert. Já, þú minna það. Húsgagnapervert. Þú veist, þú ert svona með... Já, ég er gaman að þessu. Ég get alveg viðurkennt það. Og það er mjög skemmtilegt. Já, hvað býr þú? Og þátturinn með Fanta áhorf, þannig að það er ekki bara þú sem hefur gaman að þessu. Hvað segirðu? Og þátturinn með Fanta áhorf, þannig að það er ekki bara þú sem hefur áhuga þessu greina. Nei, svo reyndar, Auðun, við vorum nú búin að tala um það. Ég ætla að fara heimsótt til þín. Nei, það er gengur. Hvað er að þér? Af hverju ekki? Það er ekkert heim í Auða. Nei, það er ekkert að segja. Jú, þú er gaman að fara inn í herbyggja sem hann er með alla gullplöturna sínar. Við skulum fara. Þegar þú býrð á Arnarnesinu, ertu feimið með það? Nei, bara ekkert feimið með það. Það er æðislegt að búa þar. Við getum farið, þú getur heimsókn hjá Auða með Sveppa. Ég skal fara með þér í gegnum íbúðuna Auða og hann er bara heima. Einhverstað annar staðar. Góð hugmynd. Hvernig er ég heima ef ég er einhver annar staðar? Nei, með mömmuðinni. Það er eitthvað að tala eins og maður. Nei, með mömmuðinni. Trúðurinn. Hérna, en þátturinn er á morgun, annað kvöld. Er þetta búinn eða? Klukkan 8. Hvernig eins og... Hann er bara að sækja dótið sín. Já, ég slaka. Hérna, hvar býr þú? Hvernig býr þú? Býr þú vel? Skilur, ertu svona... Ég allir ánæður með heimili sitt. Jú, en ég man einhvern tíma þegar þú komst heim til mín, þá sástu eitthvað ljós. Þú alveg, heyrðu, þú ert með svona ljósakrónu, já. Það er bara því ég er með einsljós í mínu heldur sig. Já, og þetta var fínt ljós og svona. Ertu mikið fyrir svona hönnun? Heyrðu, já, ég er reyndar alveg það, sko. Og ertu þá meira fyrir danska hönnun? Þið takkið þetta spjall bara saman við þökkum Sindra kjallaði fyrir komuna. Hann er að fara að sækja... Ég langar svo að ræða við hann. Já, en bara við ætlum að setja lag við hinn. Hérna, takk fyrir komuna. Ekki fara. Hér eftir smá stund Sturla staðreyndir. Fáum hins vegar flottasta lagi á stöðinni núna. Það er Drake og Hold On, We're Going Home sem á vel við því að heimsókn byrjar á morgun. Hold On, We're Going Home. Ég get lofa ykkur því eins og kæru hlustendur að Svepp er ekki að hrifina því. Hann hins vegar ætlar að vera mjög jákvæður í september og er mjög jákvæður hérna í dag þannig að hann getur ekki sagt. Já, ég ætla að segja leiðinlega hluti og vera svona tuða með bros á vör. Já, það samt, þú veist, það sér þig enginn brosa út í útvarpi. Já, þú ætti að vera rosa jákvæður að þetta var eitthvað nýtt hér í september. Ég er bara að hugsa lífið, maður. Já, bara taka lífinu með brosa á vör. Brosa á vör, sko. Já. Sindri farinn, alltaf gaman að fá Sindra í heimsókn. Jeps. Talandi heimsókn, þá er mitt þátturinn hans á morgun, annað kvöld. Og það ert þú svona forvitin líka, Sveppi? Já, ég er nefnilega... Að sjá hvernig fólk býr og svona. Já, mér finnst það mjög gaman, sko. Ég hef áhuga, það er líka út af því að ég er sjálfur með eitthvað hús og við erum alltaf að reyna að finna einhverja sniðu og lausnir á hinu og þessu drasli og bla 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 bla. Það er líka örugglega oft sem að gerist í svona þáttum eins og þessum og innlit, útlit og öðrum að það sem að fólk fær góðar hugmyndir frá öðrum. Já. Og meira sér sko hérna, hið blómlega bú sem að fara Stöð 2. Já. Ég var að horfa á það. Já. Það er ekki alltaf, hvað, var engin annar að því eða? Jú, mér finnst bara svo asnalegt að ég sé að horfa á það. Sveppi Krull. Já, horfa á hið blómlega bú, einhvern mann tala einhverja kryddjurtir. Já, það var ekki. Ég er að rækta krydd, maður. Nei, þú ert ekkert að rækta krydd. Ég er að rækta krydd. Það er byrjað að reyna að rækta sjálfa þig, þú ert að rækta eitthvað annað. Ég var að segja það í september, ég er að fara að rækta mig og alls konar. Næ, ok, er það að rækta krydd í alveg? Já, við erum með salvíu, við erum með garðablóðberg, við erum með myndu. Þú getur nú aldrei komið og fengið myndu hjá kallinu með að ætla að fara að fá þér eitt mojito á melkina. No. Þá kemur í garðin til Krulla og klippir bara með þér nokkra afleggjara. Já, ekki verra. Ég er að segja það, ég er fullorðinn maður. Já, við erum það reyndar. Ég sko, málið er, þetta er eitthvað sem ég þarf að fara svona aðeins að skoða, að fara að ditta aðeins meira í heimilinu og eitthvað svona. Ég hef ekki keypt neitt nýtt, þetta er bara, ef þú ert bara einn heimahöður. Það er bara allt annað dæmi. Það gerir ekkert, maður. Nei, þegar þú ert með, maka
og hún eitthvað svona vill fara að kaupa eitthvað, veist, ég sýni því alveg áhuga, ég er ekkert eitthvað svona, veist, ég hef alveg gaman að versla inn á heimilið, en ég bara einhvern veginn fer ekkert af stað þegar ég er einn. Nei, það þarf 2 til. Já, ég er ekki heima hjá mér, komin kannski úr vinnunni eða æfingu eða eitthvað og hugsa, herðu, nú hendi ég mér hérna og fer að versla eitthvað á heimilið. Sko, ef ég væri til dæmis konulaus og barnlaus í dag, þá væri ég blindfullur einhverju kjallaríbúðu upp í Árbæ, sko. Bara núna? Jep. Þú veist, hvað myndir að gera með bara tekjur og hana? Nei, drullu sama. Já, ok. Ég myndi bara kasta lífun á glæði. Þannig að þið finnst aðdánavert bara að ég skulle vera mættur hérna í vinnu? Já, eiginlega sko. Já, því að ég skil ekki að þú skulle ekki vera með til dæmis eitt kaldan hérna og bara einhvern vinnin að sækja þig og þið bara fara saman og horfa okkur fótboltaleik á eftir. Það er þriðju, hvað heldur þú? Væru þú semst bara fullur alla daga? Ég ætla að vona að Íris farið þá ekki frá þér. Nei, það væri ömurlegt fyrir hana og börnin og mig. Þig síðast, hversu dabbert þar. Herðu, förum við auðlýsingar, svo er það styrlaða staðreyndir og svo ætlum við að hringja í Huga Halldórsson og Rikka G og við erum þetta búinir að taka upp þetta símtal þar sem við erum að stríða þeim á, spyrja bara hvernig við erum helgina því að það er hátíð bángsalegar og homma. Já, Bear on Ice. Bear on Ice er á Íslandi helgina. The world is ours today. FM 957 og Sambíóin bjóða þér í ævintýra bíó The Mortal Instruments. City of Bones er kvikmynd í anda Twilight myndina en að ræða fyrstu myndina í seríu sem byggð á samnefndri bók frá Cassandra Clare. Hulin heimur, húkar, vampýrur, skuggaveiðarar og fleira skemmtilegt í kvikmynd sem að kemur hressilega á óvart. FM 957 og Sambíóin bjóða þér að sjá þessa mögnuðu mynd 5. daginn 5. september kl. 20 í Sambíónum Kringlunni. Fylgstu vel með og þú getur neltir í miða. Stór handlóð. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533-3350. Dansstudio World Class. Byrjum 9. september. Komdu í pröfutíma. Fríti líkamsrættakort fyrir 15 ára og eldri. Skráning er í fullum gangi. Glæný heimasíða. dansstudioworldclass.is. Það eru spennandi tímar framundan á Stöð 2. Íslensk sjónvarpsdagskrá í algjörum sérflokki. 5 íslenska sjónvarpsstöðvar og netfrelsi fyrir aðeins 265 krónur á dag. Tryggðu notalegar kvöldstundir með Stöð 2. Stöð 2 í liftrandi háskerpu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og það er komið að smá svona gríni. Já, sprell og grín. Þetta er nú ekki þroskað grín en skemmtilegt grín eitthvað að síður. Já, það er einhver aðrir í þroskuðu gríni, sko. Já, við lásum hérna við Sveppi inn á vísir. Að það stefnir í meta-aðsókn hátíð fyrir Bangsala og Homma í ár. Já, þá hún er núna helgina 5. til 8. september. Já, og er alltaf þessa helgi. Já, þetta er að vera rosalega stór ívent hérna í Reykjavík. Já, flottur ívent. Og þetta er, þeir kalla sig Bears on Ice. Sem er alveg ríkilega skemmtilegt nafn. Já, Bangsala á ís. Já, og þetta er sem sagt umræða 4 daga skipulagðaferð fyrir samkynhneigða karlmenn til Íslands og gestirnir eru svolítið bangsalegir. En þó að bangsa þeim að sé oft skilgreind út frá útliti er hún ekki síst hægt fyrir vinalegt andrúmsloft og allir fá að njóta sín eins og þeir eru. Einmitt, koma til dyrann eins og eru klæddir. Já, hann segir hérna að þeir eru flestir svona ídurvaxnir með skegg og svona. Þannig að við vorum að spája að hringja í 1-2 vinu okkar hérna sem eru svona ídurvaxnir. Sem að gæti alveg tilheyrt þessum hópi. Já, og mér langar að byrja á ofurhugunum okkar. Já, Hugi. Huga Halldórssoni. Hann er alltaf, það eru fáir jafn breytir á því að fá símtal og hann. Já, sérstaklega eitthvað svona sem er vond grín í hann segir Já, og við ætlum svona bara að hringja hann og svo blokkum við líka Rikka G. Já. Það er alveg típist. Þetta er svona annarkvort þeir á eftir að vera æstur held ég. Við skulum bara tjekka á þeim, ef ekki að byrja á Huga. Já, tökum Hugan. Sjáum hvernig, já, bara látum eins og hann sé að fara og hvort það sé ekki bara spenna. Einmitt. Tjekkum á þessum. Halló? Hugi Halldórsson. Sælinu auðvitað hérna. Sælinu? Hann segir kanni. Ég var á fín. Ekki? Jú. Hann situr hérna með leiðilega með hann Sveppi Krull.
Já. Þú ert í beinn útsendingu hér í FM 95 Blöð. Ég er ekki í frið. Ok, ég er kannski ekki eineltiskeis, en ok. Nei, það er bara, við ringjum alltaf í þig þegar það er eitthvað að gera sem er tengt þér. Já, hvað grín er núna spragsokkaði fyndið? Nei, Helgin, hvernig er þið farið að laka til? Til helgarinnar? Já. Það er þriðjudagur. Já, en bara maður að lesa hérna fréttir að stefninni með aðsókn hjá okkur. Á hvað? Bláa lónið og allt í gangi. Er þetta samóið fyrra bara eða? Bláa lónið? Ég er ekkert að fara í lónið. Konan og barn er að koma heim frá Flórida á helgina. Já, ertu að fara að missa af hátíðin eitthvað eða? Hvað grín er þetta núna, veð? Nei, hérna stendur stefninni með aðsókn og hátíð fyrir bangsalega homma. Hvað er þetta? Því ég var svona feitur í fótboltanum í gær, þess vegna sem þetta ringja. Ég var það... Og hvað er þetta? Er þetta bara fyrir bánsæla homma? Já. Ekki homma hefur höfu bara. Nei. Missir af öllu eða bara lónunu eða? Ætli ég náði ekki í lónið svona rétt að meðinu að sækja konu og barn út á flugu. Tekið lónið, homma með hans upp og svo út á völl og beint aftur í family Hvað ertu búin að vera lengi í Bear So Nice? Heitir þetta það? Hvað er það? Kemur þú bara fjallum? Ég er náttúrulega frumkvöld í þessu félagi. Við stofnuðum þetta 2010 og þetta er alveg skyrocket að síðan þá. Allir lóðinu bánsarnir að koma saman maður. Herru, við ætlum bara að hringja að tjekka. Við bara hafum það sem bestum helgina kannli. Já, takk fyrir það. Og til hamingju með aðsóknina, þetta verður frábært. Æ, takk maður, stefnir í met núna. Ég er svo ánægð með þetta. Nú fer spjótið í vinnuna maður. Það verður nóg að gera spjótunum helgina maður. Spjótið getur þurft að kíkja í bílskúrin í helgina, já. Herru, það er leitar. Bæ. Já, herru, hann var nú bara furður hress eitthvað. Já, létt í honum núna maður. Já, en þetta er konan og barn í útlöndum. Já, þess vegna er hann svona glaður. Nei, oftast eitthvað svona og því er eitthvað, veist, hann er alltaf með eitthvað svona voðafóbíðan, hann hlópar núna, en það er annar hérna sem að gæti verið að leiðin á þessa hátíð og nú hérna alltaf eftir okkur í útvarpinu, það er að Rikki G, hann er alltaf að bangsalur og klæðir sig og hagar sér svona... Oft ég og oft sé hann í svona kvartbuxum. Já, hann er að, veist, minna, hvað telst að, nei, það er ekkert að segja hans í hommalegur í klæðnaði því að hommar eru mjög góður að klæða sig. Þannig að hvað er hægt að segja um hann? Hann er bara svona gæti alveg verið bangsahommir. Já, reyndar, ef við gerum ekki hann. Já. Er það Rikki G? Rikki G. Rikki G, sælun auðvitað hérna. Sæliti. Hvað segir þau? Ég er góður bara þú. Herri, ég er góður, hann situr hérna á hliðina með hann Sveppi og við ætlum bara svona að hlera þið með helgina. Er spenna? Spenna með helgina. Það er náttúrulega stefnir í metasókn. Það er ekki alltaf spennandi. Það var þetta slattið okkur í fyrra líka, ekki? Æ, ég ætti með þetta bánsalega ógæslega stuðbjóðslega lélega brandarum síðan síðast það. Það var það mikið í Bláa lóninu. Jétt, maður. Í alvörinu, þeir eru fullorðin menn, sko. Er spáð miklu fleiri núna en í fyrra, eða? Nei, þú veist, ándjóð, sko, you're a grown man, sko, þú veist. Hvað, hlerið þetta bara í blöð og látið þetta bara alveg e-mail þessi hátíð þeirra? Nei, það stendur að við þetta, stendur í með aðsókn að hátíð frá bangsalega og homma. Já, það var í fyrra, sko. Já, líka núna. Hún er núna, aftur helgina, þess vegna voru að pæli hvort að það væri eitthvað spenna. Jétt, maður, þetta er að líða snið ævinni, sko. Hvað, okkur þú nú fúll? Er ekki alltaf að geða ykkur stemning að hjá ykkur og Bear So Nice? Ég er ekki að sagða þessu. Já, við áskumum ykkur alls sem bestar ekki, það er alltaf stemming, ég sé þetta myndi frá það fyrra. Þú er ekkert smá flottur átna. Ég vissi ekki að það fyrir í keilu líka. Já, óslega gaman í fyrra. Við tjekkum á þið, Bangsi. Tjúlum. Bless. Æja, sko Rikki var alveg svo ég held að auðvitað myndi vera. Þannig að alveg, ég manna núna, ég hringdi henni fyrra líka. Það er alltaf samið brandarinn. Mér minnir að við hefum verið að hringja í fyrra í
Þetta bara svona gott grín, sko. Já. Það virkar svona, sko. Þetta var hressandi, þetta voru bangsættir okkar, Hugi Halldórsson og Rikki G. Ég hefði gaman að þessu. Þetta var índislegt. That kills me, makes me feel alive. The thing that drowns me, makes me want. That kills me, makes me feel alive. Þetta frá strákunum í One Republic og heitir Counting Stars. Ágætislag hérna fyrst. Ekki, mér finnst svona hinn lögin betri en svo Apologize og önnur en þetta ágætislag. Varstu búin að sjá hann hérna? Sjá hvern? Hérna, gæjan sem alltaf að leggja hérna. Já, hérna sem að leggja ólögulega á Range-Roverinn, maður. Já, við ræddum hann aðeins í gær, ég og Bjössi. Ég sverða, ég held að þetta var eitthvað grín. Nei. Þetta er ekki grín. Nei, hann vill ekki láta, hérna sem sagt, hurða jeppan sinn, Range-Roverinn. Já, heyrðu, þú veist hver þetta er? Náttúrulega skelvilegt hérna stæði sem hann leggur í, sko, hérna fyrir utan, þannig hann er hérna með 2 föllustæði og eitthvað. Já, hann leggur að treða sér, er þetta ekki upp í Kópavogi eitthvað? Jó, þetta er út af alveg einum. Já, heyrðu, þú veist hver þetta er, kallum minn? Nei, ekki hugmynd. Býttu, heyrðu, við vorum nú í slúðurinn á þann. Já. Og þá komið í slúðurinn, sko. Nú, þekkir hann að mann? Ég held að allir vissu þetta, maður. Ég veit að þessi eigandi jeppans er virkur notanda á spjallborðinu Live to Cruise, það er einu sem ég veit. Já, svo er hann nýgifturinn Ósk Norrfjörð, maður. Já, ok, er þetta maðurinn hennar? Ó, já, kallið minn. Það vissi ég ekki. Já, það er alltaf... Sveppurinn með slúður? Sjóð, heitt slúður, já, sveppakrull. Það er ekkert hann, já, ok, sko, þannig að hérna hann segir hér, skrapp í 2 mínútur og konan mín út í bíl á meðan, hún hefði fært bílinn ef einhver fatlaði myndi koma, skrifaði ökumaðurinn. Þannig að það var Ósk í reynsanum á meðan hann stökk inn. Já, ok. Og hann er number 1 dad, er bílnúmeri, sko. Number 1 dad? Já, ok. Númer 1 dad. Já, ég meina, eru þið ekki með 18 börn? Jú, ég svei mig þá. Þannig að það er pressa. Og svo leggur hann bara bílnum ákveðlega þar sem honum sýnist. Ég held að þau þyrftu að vera á svona mínimann eins og Logi Bergmann. Já, þau þyrftu að vera með rennihurðar. Nóa börnum. Já. Svo segir hann bara að hún sé drullu sama hvað fólki finnst. Já, það er nú svolítið eins og einhvað sem kemur frá þér. Já, ég er mjög ánægð með hann, sko. Nei, það er ekki hægt, veist, ég ætla ekki að fara að dæma manneskjuna, en þetta er skelfilegt. Já, ég er ekki ánægð með... Þetta er bara hálfvitaskapur. Já, þetta er bara vitleysa, þetta er bara svo mér finnst þetta svo steikt. Já, þetta er þannig. Og þetta er eins og ég sagði Björsaleik í gær, þó að eigi ekkert að gera, þá gerir þetta samt einhvern veginn hlutina verri, þetta sé einhver appisísungulur Range-Rover. Ef það væri bara, veist, 98 Nissan Sunny, þá væri þetta strax skarra, sko. Já, bara treður sér, ég hef aldrei sér Range-Rover leggja í 2 föllustæði. Já, og yfir gangbrut. Og myndi þú vilja vera konan hans, setjandi inn í bíl, sem er lagt svo ólöglega, og beið bara eftir, veist, og það lítar náttúrulega allir bara hvað er eitthvað aðeins í við. Já. Í stæðan fyrir að hún bara stökk inn í bíl og keiri tring á bílaplannu meðan hann er að kaupa sér. Fæði bara bílinn eða eitthvað? Var hún bara voru allir... Já, það er undar þegar þú segir það, þá var það ekki gott, sko. Þetta er alveg stórkostlegt. Þú ert með slúður hann, já. Þetta er sem sagt celebrity fjölskylda, þau eru náttúrulega búin að vera í... Séð og heyrt maður nýbúin að gifta sig og það er náttúrulega... Þegar maður er með stóra fjölskyldu þá þarf maður nú að fá stæði fljótt, sko. Maður hefur ekki tíma fyrir eitthvað keftu. Já, var það ekki séð og heyrt? Er hann ekki með nöfnin á öllum börnunum hennar á tattu? Er það á sig, jú, það er eitthvað svoleiðis, já. Já, það er hérna reyndar. Gaman því að það sko ekki lengur verið að skrýtnast af vinnan dreng. Nei. Við viljum fara hérna í auglýsingar og svo er það stjórnlega staðreyndir. Viltu halda skemmtilegt barnaafmæli og slá í gegn? Í skemmtigarðinum Smánalind bjóðum við fjölbreytta afmælispakka. 7T, klessubílar, lasertag, sleggjan og klifurkastali. Pítsur og Pepsi fylgja öllum afmælispökkunum okkar og afmælisbarnið fær gjöf í garðinn. Skemmtigarðurinn Smánalind. Skemmtun fyrir alla afmæliskrakka. Ekki vera maður slóður rétt niður þig. Rífðu þitt í gang. Sporthúsið. Heilsurækt fyrir alla. Rjúkandi kaffi og gómsett bakkelsi. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Our Moment ylvatnið frá One Direction kynnir. We're just 5 normal lads having the time of their life. One Direction 3D. This is us. Frumsýnd 7. september. Apótekið býður þér 20% afslátt á Voltaren geli og Voltaren Dolo út september. Apótekið. Einfalt og ódýrt. Skólaföt. Next Kringlunni.
Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í september. Frábær tilboð hjá Danscenter Reykjavík, GAP hjólabúðinni, Skemmtigarðinum Grafavogi, Skemmtigarðinum í Smáralind, Vörðklass, Rocky Reykjavík, Rizzo Pizza og margt fleira. Kynntu tilboðin nánar inn á stöð2.is. Það margfalt borgar sig að vera í áskrift. Stöð 2 Vild snill. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM. Þeirra lista hér á FM 95 Blö á FM 957. Öddi og Sveppi með ykkur hér til 6 í dag. Hell yeah. Og í fínum gír. En Sveppi var að benda mig hér á grein sem hann var að lesa. Já, ég fann þetta nú bara hérna í þessu FM preppi sem að kemur alltaf. Já, ég veit samt ekki sko með mömmu, meðan þetta svona, þú ert að þrýsta á við tjekkum á mömmu. Já, mér datt hún svona helst í hug sko til þess að reyna að fá álit á þessari staðrind. Já, allavega samkvæmt FM-preppun og þá orðið gríðarlega algengt í Bandaríkjunum. Það er svona vinsælustu klámyndaleikunni í Bandaríkjunum núna í dag eru sem sagt cougars eða eldri konur. Já, sem eru svona, já. Og það byrjar að fá á betur greitt fyrir myndirnar heldur en þær ungu. Já, heldur en hérna sílikonbomburnar. Já, og þetta er vist eitthvað æðið þarna, cougar-æði. Cougar. Já, fyndið orðmaður. Ég veit samt ekki, sko, ég er ekki að fara að spyrja með hvernig viltu að prófa þetta? Já, mér langar bara svona að heyra í henni með þetta, sko. Hvað henni finnst um þetta bara? Finnst þetta ekki, ég ætla ekki að fara að hvetja hana í að fara að leika í kláminn, skilur. Nei, ekki bara, það gengur ekki. Ég myndi ekki leyfa það. Nei, ég held að hún hefði gaman að því að ræða þetta við okkur. Ég held að hún hefði ekki gaman að því, sem að gæti orðið eins og skemmtilegt fyrir okkur. Já, hún er nú öðruglega með sína skoðun á þessu máli. Já, tekum á hann. Hún er nú svona hugguleg miðaldra kona. Já, hún getur verið fínastu kúkur. Já, hún er mjög myndaleg. Fínt kúkur maður. Hættu þessu. Nú bara að tjekka máli. A cougar. Þetta er akkurat... Halló. Nei, sæta. Hvað segirðu? Já, hæ? Hvað segirðu? Æ, ég er þetta fyrst. Já, það er langt síðan heirt í þér. Ég held að sé þarna góða 6-7 vikur. Já. Nei, þú lígur því nú þerpur inn tíum en daginn. Herpur? Já, nei, það var ekki Sveppið, sant? Nei. Nei, nú er það sveppalingurinn og þá er allt miklu skemmtilegra. Já, það. Já, það er alltaf að dæmi. En við ringjum nú alltaf bara í þig ef við þurfum einhver aðstoð að halda. Nú er það þannig. Já, við viljum bara svona fá álit. Og við þurfum að fá þitt álit núna. Nú? Já, það eru nefnilega stóra fréttir utan á heimi. Já. Aðalega frá Bandaríkjum. Já. Þar sem við vorum að lesa, þetta er aldrei skemmtilegt að hérna, sko, svona eldri konur, svona cougar. Cougars? Cougars. Ert þú að cougar, mamma? Ég er ekki alltaf í lagi. Ertu ekki? Cougars eru svona eldri konur sem eru myndalegar og hérna góðar sem að fara á yngri menn. En þær eru... sko, fréttin snýst það að þær eru að fá miklu betur borgað í klámyndabransanum heldur en þessar yngstu, sko. Þetta er orðið það vinsælasta núna úti. Þetta er orðið góður. Fólk er farið að... Haldi ég sé kandidat í það bara? Nei, alls ekki. Enda tóku það strax fram að þú færi nú seint að leika í slíkum myndum. Það ætli rétt að vona. Það kemur aldrei til greina. Já, það er bara, það gengur ekki upp. En ertu ekki ánægsamt með það að svona eldri konur sé að kikka meir inn heldur en þessar yngri bombur allar? Já, ekki spurning. Þetta er orðið svona dæði. Ég er ekki mjög ánægð að það sé bara í klámbrisni. Nei, það ætti náttúrulega bara að vera í öllu. En þær eru bara miklu reynslu meiri kannski? Já, ég hugsa það. En það sem er náttúrulega að gerast þarna ástæðan fyrir að þær eru að fá núna betur greitt og eru orðin vinsællir er að því að það er greinlega eftirspurn. Já, það hlýtur að vera. Já, þannig að það er greinlegt að menn eru svona, það er einhver cougar stemming í Bandaríkjunum. Stráka, þeir eru gerðveiki. Þeir eru klikkaðir. Í alvöru, er það hringt ímyndið að segja með þetta? Nei, við erum bara að reyna að fá álinn því að þú ert eina svona the cougar sem við þekkjum. Ó, Jesús. Svona myndalega eldri kona. Það eru óbúslega klikkaðir. Hefur séð, hérna,
klámynd með svona cougars? Nei, ekki mann ég til þess. En þú ert ekki að skoða þetta á netinu eða eitthvað þannig? Hvað er að? Nei, það er bara, svo fyndi sko svona, þú náttúrulega þekkir tíman sko fyrir internet. Já. En nú er þetta internet alveg tróðfullt af klámi náttúrulega. Já, ég er ekki að skoða klám á internetinu, ég get lofaði eitthvað því. Tekur þetta ennþá bara old school, ferður bara í shoppunar og byrður möppu? Á VFS? Gamla VFS maður. Já, nei, við ætlum bara svona, þetta var meira svo núna mamma, ég lofaði því að það var Sveppi sem vildi ringið ekki ég og vildi eitthvað ræða þetta við því. Er það þannig? Já, bara svo notalegt að fá álit utan að koma til fólks þetta. Já, það var hringt í vinnuna í dag. No. Vittu það, þetta er orðið sko, það er allir vinnufélagarnir mínir farnir bara að sko passa upp á mig því að það var hringt og spurt að hvort að Hafdísmammas Audda væri við. Einhver aðru að fara að ringja? Og þegar ég var spurt, þegar ég kom í síma og þá var það er einhver að spurja hvort að Hafdísmammas Audda er við, viltu tala við hann? Og talaðu við hann? Auðvitað var Steindi. Já, Steindi, já. Juniorinn. Þannig að það var ekki eitthvað viðtal út í bæ? Nei, hann sagði strax bara leiði kom í síman, Haddi, ég er ekki að hringja úr útvarpið. Já, en hvað þú ert ekki að fara í eitthvað heilsíðu viðtal og eitthvað, það er náttúrulega nóg að gera hér í The Celebrity World núna. Jésús, það er ekki alveg í lægi, drengur. Hvaða opnu viðtal er þetta eftir að fara í? Hættu. En þú, akkur neitaður monitor? Hvað er að ykkur strákar? Hressmóðir í frostafóldi slæri í gegn. Það er svo klikkaðar, Jésús minn. En alltaf gaman að heyri þér. Ertu ekki góð sæta? Jú, ég er fín. Við þurfum að fara að kíkja í bíó fyrir þetta. Já. Við erum að taka Sveppa með okkur næst í bíó. Við erum í bíóklubbi og mamma. Já, þeir eru 2 í bíóklubb. Já, þú nú fengið Snapchatinn. Já. Það er nú ekki alveg hægt að fara með honum í bíó. Ég veit, hann er með þetta síman á lofti. Það er að skemmtilega sem við gerum. Þegar við erum sest inn í bíósalinn að taka Snapchat að mömmu. Mamma, hvernig líst þér á þessa mynd? Farðu með þetta hana! Það er gaman að heyri þér. Ok, bye. Sko, heyrðu hvað hún er orðinu samt svona mello að tala við okkur. Hún er svona bara búin að sætta sig við þetta. Já, hún er að verða líka bara svona útvarpsvön. Já, var þetta ekki svolítið feimni í byrjun? Jú, þetta er svolítið óöryggi. Já, núna er hún á vön og alveg til að heyra aðeins í okkur. Því að manstu sko fyrir, svona hálf ári síðan, 7-8 mannum, þá náðu við ekkert í gegn einu sinni. Nei, hún þorði ekki að svara og leið illa með þetta. Já. Núna veit ég innst inni, þá hugsar hún, jæja, 3. dagur. Allir strákarnir hringi í dag. Er svona jafnvel að bíða eftir að við hringjum. Nei, ég get lofað að það er ekki þannig. Það veit ég, en hún er búin að sætta sig við það. Já. Ég þekki hann eins vel og hægtur að þekki hann. Þetta var móður mín Hafdís Sveinsdóttir og hún er mjög ánægð með að Cougar Branson sé að taka við sér. Já. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex had the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment in religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. Gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for 'em. Call each other behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. In the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. Þetta
er lagið Same Love með Macklemore, virkilega svona góður textinn í þessu lagi. Já, þetta er ekki til í honum. Já, fínasta lag. Svona angurvert og fallegt. Keeps me warm. Já, heldur að það er heitum. Styttist hér í Sturla staðreyndir, það er búið að vera það mikið að gera hjá okkur Sveppa í dag, við höfum ekki eins og komist í Sturla, er þetta ekki orðin spenntur fyrir þeim eða? Jú. Okkur hefur ekkert minnst á það. Ég myndist á það áðan. Já, reyndar en bara off-air, hlustendur heyrðu það ekki, sko. Já. Af því að það er smá svona Steindi Junior byrjað núna með, sko, augljósa staðreyndir. Og mér finnst eins og að sé einhver meiri spenna fyrir þeim núna, þannig ég er svona vonast til að menn séu að haldi þitt. Já, svona, veist, því að Sturla staðreyndir hafa alltaf verið svo vinsælar, en there's a new kid in town núna einhvern veginn, svona augljósa staðreyndir sem eru voða vinsælar. Hvernig eru það? Til dæmis, fiskar get ekki synt upp tré og þú getur ekki hlaupið liggjandi og eitthvað svona djöfisins kjaftaði, bara eitthvað allt sem er ógeðslega augljóst. Og svo horfir hann, þetta er alltaf á 50, svo horfir hann alltaf á mig, bara svona, ertu tilbúin í næsta? Og ég veit aldrei hvernig að haga mig þegar hann segir það. Ég bara, já, ok. Svo kemur það, já, kúkur rímar ekki við ís. Ég er bara eitthvað, já, nei, nákvæmlega. Svo horfir hann alltaf mig, nei, bara eins og ég hef ekki átt að vita það eitthvað, svo stygt, sko. En Sturla staðreyndir eru vonandi ennþá vinsælar líka og við ætlum að fara í þær hér strax eftir auglýsingar. Já, ég er spenntur. Já, mann ekki fara langt. Our Moment ylvatnið frá One Direction kynnir. Hljómsveitin sem heillaði heila þjóð heillar nú allan heiminn algjörlega upp úr skónum. I don't know if you could have more of a dramatic life change. We never expected any of this to happen. For normal people doing this abnormal job. Hey, keep their lens up here. One Direction 3D, This Is Us, frumsýnt 7. september. Dreymið þig að verða heimstækt fyrirsæta. Opnar pröfur fyrir Elite Motilog, stærstu fyrirsætileit í heimi, verða laugardaginn 7. september í Kringlunni og sunnudaginn 8. september á Glerártorgi, Akureyri. Við leitum bæði að strákum og stelpum. Láttu draumir rætast og komdu í pröfu. Nánar á elitemotilog.is. Nýr og ferskur líkami. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistarstöðin FM. Sveppi, það búin að setja upp alltaf þetta. Come and Get It, svo fyrir Sturla staðreyndir. Selena Gomez, bara fyrir þig. Þetta er svona lag sem er ekki lengi að fá að heilan. Selena Gomez, Come and Get It. Æ, ég svei mig það, þetta er nú bara ágætislag. Mörgverri. En þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö, Öddi og Sveppi með ykkur til 6 í dag. Og það er komið að dagskrárliði sem að ég vona að flestir séu búin að vera að bíða eftir Sturla staðreyndir. Bingo Lotto. Það er bingo í húsi. Já, ching ching. Má hvað er langt sinni fyrir bingo? Ég fer aldrei í bingo. Nei, hvað, það maður ekki bara fyrir vinabæði að maður alltaf í bingo, eða? Jú, alltaf á sunnudum og 50 held ég. Já, það er enda svona oft jólabingo og svona. Maður ætlaði að fara að kíka, það er alltaf gaman í bingo, maður. En, við ætlum ekki að ræða bingo hér í... Það er ekki gaman í bingo þegar maður er búinn að prófa að spila Texas Hold'em. Alltaf öðru vísi. Hérna, það komið að Sturluðum staðreyndur. Og þær eru 10 eins og alltaf. Og eru bara flottar í dag. Ert þú tilbúin, Sveppi? Já. Hlustendur tilbúinir? Já. Það ekki? Allir klárir. Allir klárir, fólk búið að leggja bílum hana. Og hér byrjum við. Hérna ætla ég að byrja að segja þetta er sem sagt, þetta eru Sturla staðreyndir. 4 leiðir til að líða betur. Líður eitthvað illa. Tilbúin? Faðma eitthvað sem þið þykir vænt um. Legðu þig. Veslaðu eitthvað sem þið langar í. Eða hlusta á góða tónlist. Þetta eru Sturla staðreyndir. Samkvæmt rannsóknum þetta er það besta sem þú getur gert ef þið líður eitthvað illa. Faðmaðu eitthvað sem þið ekki vænt um, veslaðu eitthvað sem þið langar í, hlusta á góða tónlist eða legðu þig. Já. Ég ætla að hugsa þetta næstur ef mér líður eitthvað svona pínu illa. Illa? Já. Ég er ekki að tala um að maður er þamba brennivín að það. Jó. Þeir þú ekki að setja það inn maður. Líður eitthvað illa? Ríðu tapar úr flöskunum? Það er reyndar að versta sem þú getur gert þegar líður illa að henda sér í flöskuna, sko. Já, þá ertu bara að fresta vandamálinu, sko. Já, það var endað mér í viðbjóður og vakna daginn eftir. Já. Og það er nú góða maður sem sagði, þú ert aldrei að drekka brennivín til þess að láta það líða betur, þú ert að drekka brennivín þegar þið líður vel.
bara svona fagna, sko. Já. Herðu, svo það næsta, og það með þess að afi minn sem sagði þetta, blessu sem minninga hans. Ötti blöð, maður. Herðu, já, næsta. Það eru fleiri, já, þessi einn og svolítið áhugaverð, það eru fleiri franskir veitingastæðir í New York heldur en í París. Já. Það er svo mikið af veitingastæðum í New York. Og á með þess að stjórnlega staðarind, þú getur fara út að borða okkur einasta kvöldi í 55 ára á þess að fara á sama veitingastæðin í New York. Nei. Jú, stjórnlega staðarind. 55 ár? Já, það eru miklu fleiri veitingastæðir í New York en þú gerir nokkuð með grein fyrir. Já. Já, maður er náttúrulega... Bara Chinatown, ítalska, hvað veist, þetta er út allt. Já, en þú ert að tala bara Manhattan. Nei, ég er að tala bara New York. Já, ég veit, en þegar maður fer til New York, það er maður einhvern veginn alltaf bara í Manhattan. Já, reyndar. Skilur þið? New York er náttúrulega hugi. Já, og æðislu, ég elska New York. Já. Mér langar núna. The city that never sleeps. Ég elska það úttalega ensku. Svo er þetta, heilinn losar álíka mikið af dópamíni við heroinnotkun og fullnægingu. Já. Þannig að þegar menn eru að sprauta þessum viðbjóð í sig, þá er bara eins og setja að fá það þá í 2-3 tíma. Já, ok. Hvar fær maður heroin í dag? Ég bara veit það ekki og hef engan áhuga að veita það. Þú er líka viðbjóðum þér. Já, ég veit þetta er viðbjóður. En ég meina að það er ekkert bannað að fá að vita hvar þú færð það. Jú, þetta er það ólöglegt, því að þetta ógeð er ólöglegt. Einmitt, ég er bara að reyna að uppljóstra hérna fyrir lögguna, skilur. Já, það er þetta að hjálpa löggunni. Svo hérna samkvæmt bresku krabbamins dagbókinni auka súrar gúrkur líkurnar á krabbaminni. Ha? Það er svakalegt. Þú elskar súrar gúrkur, ekki? Nei, ok. Það er bara ef ég fæ mig Big Mac og lyfti ég upp borgaranum og tek súrar gúrkurnar og veistu hvað? Hvað? Kona mín tekur þær og setur þær alltaf á sinn hamburgara. Já, þannig að hún elskar þess. Þorkell Máni hérna á X-inu, hann elskar líka súrar gúrkur. Já. Mér finnst þetta ógeðslegt. Já, mér finnst alltaf lægi. Ég setja á Subwayinn minn. Svo er þetta stundu verið að tróða þess að róspísamlöku og svona. Já, það er fínt. En sko, þessi krabbaminsdagbók, það er sko að maður gæti nú, maður ert að hætta ansi mörgu ef maður ætla að fara eftir henni, sko, þú mátt ekki geta M&M og Diet Pepsi og eitthvað svona, þetta er vist allt eitthvað krabbaminsvaldandi. Já. Svo er það næsta, í Minnesota er núna, já, þetta varst mér áhugavert, í Minnesota er núna ólöglegt fyrir fólk að stunda kynlíf með fiskum. Já, ok. Það var greinlega í lagi, hérna, áður en einhver, já, þurfti að eyðileggja fyrir hinn. Já, það var rugglir í gági, maður. Hvernig gerir maður það? Já, þetta er rugglega bara munnmögg. Ekki? Jú. Já, við skulum bara ekkert, ég veit ekki. Hvernig áttu að stunda kynlíf með fiska, öðru í seldur en að bara setja hann. Já, ég veit hvað það hugsa og það er alveg rétt hér. Þetta er ógeðslegt. Hvað er það að lesa þetta, maður? Við þurfum ekki að fara eitthvað nánar út í þetta. Þetta er bara sturlu staðreynd. Það er núna bannað í Minnesota. Stunda kynlíf með fiskum. Að hætta með einhverjum sem þú elskar hefur sömu áhrif og reyna að losa sig við eitulega fíkn. Já, sko, heilinn og hjarta og líkaminn eru svo vanur ást. Þetta er svona bara þegar þeir eru dömpað, basically. Þá verður að segja í sturlu staðreyndum að það séu svona álíka og þegar menn reyna að hætta í eitulegum sem eru orðnir fíklar. Já, vá, maður. Steikt kom, en ég minna hvað, þú veist, ef þið er sagt upp, þá liggur ekki heima og það er kósveittur upp í rúmi og... Nei. Það er svona, samkvæmt bíómyndum, þá maður sé þegar menn er að fá svona cold turkey, þá eru allir kósveittir og öskandi eins og bara Johnny Cash í myndinni. Hérna, hvað heitir hún, Walk the Line? Walk the Line, já. Já, ég aldrei sé neitt í það mikill ástafsorg, hann er bara kósveittur heima á sig grenjandi og öskrandi og það er bara að halda sér niðri, sko. Nei, það lendur ekki, en það hausina þeirra í rugli, kannski. Já, það er enda viðbjör. Það er ógeðsleg tilfinning. Ég þekki ekki, ég dömpa bara. Mér er ekki dömpað. Það er næsta, fólk sem er opið fyrir að ræða kynlíf sitt er oftast hamingjusamara og stundar betra kynlíf. Jaha. Já. Þetta er samt eitthvað svona, ég verði að put my foot down. Ég þoli ekki þegar fólk er voðalega opið að ræða kynlíf sitt. Já, veistu, þetta er ekkert eitthvað, veist, hafðu þetta bara fyrir þig. Ekki vera að mæti ykkur að sjómast þetta og tala um hvað lifi góðu kynlífi og þú sér þetta að koma manninum óvart hér og þar og eitthvað. Nei. Er þetta ekki bara eitthvað, er þetta ekki ykkar á milli bara? Á maður eitthvað að vera að ræða þetta og ég er að ræða, þú veist, eða þú ræða kynlífið til og svo verður betra að það. Nei, þetta er náttúrulega sko... Svo tandraþættir og þetta... Já, þau náttúrulega voru í þess að því að það kannski voru einhver erfiðleikar eða eitthvað, sko. Já, ok. Það er allstar, skilurðu. Erst þú opinn fyrir að ræða kynlífið þitt? Erstu að ræða það við vinnafólk ykkar og svona? Já, sumt kannski. Svona góða vini. Já. En ég er ekkert eitthvað að ræða það í hörgul, skilurðu. Drefilegt í einhver svona gríni, skilurðu.
einhverju gríni, ég meina þá ert ekkert opinn með það. Nei, þannig séð. Hvernig gríni það? Nei, bara hefði gamlar heppinni gærmar. Nei, það sko ekki búið að vera neitt í gangi í okkur síðastlega mánuð. Jó, hvað þér? Það skilur bara... Já, þá þið samt að tala í alvörunni. Þó að það svona grín... Já, það náttúrulega, öllu gríni fylgir. Já. Einhver alvara. En mér finnst það orðið svona, ég man sko þegar ég var yngri og svona, þá fannst mér fyndnara og auðveldara að ræða kynlíf og svona sko. Já, ég sammála því. En svona í seinni tíð. Og það aðeins erfiðara. Nei, ekki erfiðara, mér finnst það bara orðið svona astnalegra. Já. Og þegar einhver kemur... Sérstaklega út á lausu. Nei, miklu frekar út á föstu. Nei, bara, þú veist, ef þú ert á lausu líka, það er bara svona, herri kallinn bara, mér finnst það bara ógeðslegt. Þú veist, það er miklu skemmtilegra að heyra einhverja sögur frá einhver sem á lausu heldur en einhver sem giftur. Ég fekk nú bara ríði í gegn. Þú er búin að vera giftur sömu konun í 10 ár og hvað, var það hún? Já, ok, er það ekki eitthvað sem gerir til okkur reglulega? Jú. Ok, og hver mér ekki fokkin drullu saman? Já, skilur við, það er miklu skemmtilega, ég var heppinn, nú hver var það? Það var einhver geitma, skilur við. Já, ok. Næsta. Hálft ristabröð sem að Justin Timberlake skildi eftir á veitingastað seldist á $1100 á eBay eða 140 skall. Hvorki meira niður minna. En veist, hver sá sem kaupið það, trúir honum eitthvað? Já, og hvað ætlar að gera hálft ristabröð? Það eru handónýtt og mikla. Ef þú kemur heim til mín, nú er ég mikill Justin Timberlake aðdáandi, segjum ég að fengi þetta gefið, svo einhver að keypti þetta fyrir mig einhverju flippi, af því hann veit ég fíla hann. Myndirðu trúa mér þess að erðu? Justin Timberlake var að geta þetta ristabröð? Nei, nákvæmlega. Veist, og það, mann er alveg saman, sko, þetta þyrft að vera, skiluru, þú þarft að vera, ef þú dyrkar hann og fer á tónleika og hann rífur svo úr og ofan og hendir bolnum út í sal og þú grípur hann og átt hann, það er... Já, það er töff. Já. En ekki að vera að kaupa ristabröð sem hann skildi eftir á veitingastað. Nei, alls ekki. Hvað er þetta að gera? Ég var að ropa í mikrofónin. Já, reyndu að haga það, maður. 2 eftir, mér finnst þetta bara óvirðing akkord Sturlu. Sita þannig bara ropandi. Mér finnst þetta bara óvirðing akkord hlustendum. Já, akkord þeim líka. Það eru 2 stjörnustaðarindir eftir Pizza Hut. Hefur gefið út ylva sem lyktar eins og pizza þeirra. Nei! Anskot! Það er eins mikið og ég elska pizzur og þá ég verð að draga mörkin. Ég verð að draga línuna, maður. Færðu þér aldrei hlöllarakspíra? Spreyjar á því hlöllarakspíra? Verður að halla sig kannski upp á barnum á hérna austur og herðu, ég ætla að fá ég... Herðu, vá. Þú varst að bara hlölla? Kannski. Nei, bara... Barbecue-pizza. Ylva. Þetta lítur að geta grín í eitthvað. Já, heldur það. En nú er komið eitthvað, veist, One Direction ylva. Já, allt inn og til. Hvað, minna, ef þú 10 ára stelpa, þú elskar One Direction og átt að kaupa ylva, hvað heldur þú að kaupa? Þetta er bara markas. Þetta er bara markasefir. Að ég segja reitt. Hvað? Það býr 10 ára stelpa á heimilinu mínu. Fyrir utan það líka inn í mér. Þórdís dýrkar One Direction. Já, dóttiðin. Já. Ákveð kaupir það ekki One Direction ylvatni handinni? Aldrei! Ákveð? Aldrei! Í fyrsta lagi eiga... Ertu góður pappi, maður? Góður pappi. Hann kaupir ekki ylvat fyrir 10 ára barn. Ég ætla að gera það. 10 ára stúlkur þurfi ekki ylvat. Það á bara að vera kjötbollulykt að þeim þangað til að þeir eru orðna kynþroski. Næst er ekki með heimsókn til ákemur Öddi frændi með One Direction ylvatni, maður. Já, það er ógeðslegt. Staðfest. Og hvað það er ógeðslegt. Já, ég lofa þér, ég ætla að gera það. Og ég kemur svona einstæði vinurinn og gefur dóttur minni ylvat. Legginn. Svo er það síðasta. Hver þáttur af Game of Thrones kostar $6 milljónir? Hver þáttur? Tæpan miljard. Þetta fannst mér mögnuð staðarind. Vá. Akkurat. Og þetta er ekki eins og einu góða þettir? Jú, hættu þessu, þetta er frábæris. Þetta voru sturlaða staðarindir þennan þriðjudaginn. Hver stóð upp úr, Svefi? Það var náttúrulega þetta með Game of Thrones, maður. Já, hún er enda magna. Svakað, sko. Æ, hættu þessu. Það er ekki smá dýri þetta, maður. Egiðu, maður. Þetta er dýrt, maður. Það var enda magna líka í Minnesota. Það mátti ekki lengur stund að kili með fiskum. Já, sem að gerir það verkum að maður nennir ekki að fara út að veiða. Nei, nákvæmlega. Það er alveg ótrúlegt hvað sem fíl geta eðilagt fyrir okkur hinnum, maður. Það voru sturlaða staðarindir þennan þriðjudaginn. Hér eftir smá stund, ætlum að halda áfram með bánsagrínu. Og þá erum við komin í síman þinn. FM 957 kynnir. Nú er sumarið að baki og að því tilefni ætlar FM 957 í skemmtilegt Instagram haustaátak með hlustendum sínum. Málið er einfalt. Þú tekur mynd af þér í ræktinni og hashtaggar hana með haust í haust. Alla virkadaga næstu 2 vikurnar munum við draga út myndir merktar haust í haust
og gefa hlustendum gjafir frá samstarfsaðilum FM 957. Þú getur unnið Subway máltíðir, Reebok íþróttafatnað frá G&P Faxafenni, heilan mánuð í fjarþjálfun frá fjarþjálfun.is, gjafakort frá fiskversluninni Hafinu, Hlíðasmára og Spönginni og fæðubótaefni frá sportlíf.is í Glæsibæ eða Holtakörfum. FM 957, hraust í haust. Nýtt í bíó. Jobs. Is this Apple computer? Yes, it's us. Sannsöguleg mynd ævi Steve Jobs, stofnanda Apple, með Ashton Kutcher í aðalhlutverki. We can't afford to pay people. He's just a kid. You're just a kid. Jobs. Steve is great, but he's a time bomb. Frumsýnd 7. september land allt í samstarfi við ekli.is. Sýndu okkur hversu einbeittur þú ert. Taktu þátt í skólaleik OK-búðarinnar á Facebook og Instagram. Við finnum réttu tölvuna fyrir þig. OK-búðin Höfðabakka 9. Betri lítill fiskur en tómur diskur. Batson.com. Our Moment ylvatnið frá One Direction kynnir. We're just 5 normal lads having the time of their life. One Direction 3D. This is us. Frumsýnd 7. september. Lungamjúkt róstbíf og brakandi ferskt grænmeti í nýbökuðu brauði. Það róstbífbátur og hann inniheldur aðeins 2,9 grömm af fitu. Subway, eins og þú vilt hafa. Stórt hlaupabretti. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Meistaradeildin hefst á Stöð 2 Sport í september. Messi að skora, sýningin heldur áfram. Messi, Neymar, Ronaldo, Van Persie og okkar maður, Kolbeinn Sigþórsson, leika listir sínar í sterkustu deild í heimi. Tryggðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Það er hárrétt til að hlusta hér á FM 95 Blu. Öddi og Sveppi ennþá með ykkur hér þennan þriðjudaginn. Já, ég. Styttist í skemmtileg símtal hér eftir. Við hringdum áðan í Rikka G og Huga og vorum að spyrja hvort það væri ekki stemming fyrir helginni hjá þeim. Þar sem að það er hátíð, bánsalega og homma. Já. Og hvað heitir þetta aftur? Bear So Nice. Bear So Nice, hell yeah. Ég meitt óvænt svoleiðis símtal handaðir hér á eftir, Sveppi. Og tengist fjölskyldu minni. Ég ætla að taka eitt svoleiðis símtali við bóð, spyrja hvort það verði ekki stemming helgina. En áður fyrir mig það, þá ætla ég að ræða við. Manstu þegar við tókum upp viðtal við Evu Mendes? Já. Fyrir hérna strákana. Sennilega bara einhver fallegasta manneskja sem við séð. Já, hún er á Íslandi maður. Já, hún er á Íslandi núna og hún var nú búin að lofa okkur í viðtalinu að hún myndi koma og hitta okkur og myndi einhvern tíma að koma til landsins. Alveg rétt maður. Hún er ekki mikið að hafa samband. Það var út af bíómyndinni Hits þarna með Will Smith. Já, og það var sikkert gaman að hitta hana, bara þetta var eins og að tala við bara, hún var eiginlega ofalleg sko. Já, hún var æðisleg. Og hérna, núna er hún og Ryan Gosling, þau eru stödd hér á Íslandi, og eru duglega að láta sjá sig. Þau eru búin að vera henni heil lengi núna sko. Já, hann er náttúrulega búin að vera að klippa myndina sína hérna. Já, hann er bara í því og með henni Valdísi. Já, hann er ævi í Mjölni. Bara mæti þar og er að taka á því, bara eins og Russell Crowe á sínum tíma. Vel gert maður. Það er grjótart það. Þetta er náttúrulega bara venjulegu maður. Já, sjálfsög, auðvitað er þetta það. Það er bara það. Já, þau eru bara miklu fallegri en við hinn. Já, og miklu betri manneskja kannski. Já, kemur, ég menna það er nú ekki. Borðar hollari mat. Pottið betri manneskja en við tveir, það er nokkuð ljóst. Það þarf nú ekki mikið til. En ég hef með þess að sko Tomás, vinur minn, sem ég heitir nú reglulega í hádeginu þegar ég fer á Nana Thai. Hann náttúrulega á Bandthai líka. Eva Mendes kíkti þangað daginn og sagði að þetta veri besti græni karri sem hún hafði smakað. Ertu að meina þetta? Já, hún er búin að kíkja Tomás. Auðvitað. Er hún bara spásur Reykjavíkina? Já, hún er bara í baðhúsunni á Lindu og við þurfum eiginlega að hitta hana og bara minna á okkur. En hún er það skrítið, spælti því, hún býrist þar í Bandaríkjunum. Svo allt í hennu kemur hún til Íslands. Já. Sem er bara einhver eyja í raskati fyrir henni. Já. Basically. En spennandi fyrir hana. Já. Myndu, veist, allt í nú komin inn í eitthvað svona lókar, komin í baðhús Lindu, hvernig finnur hún það út? Það er auðvitað eitthvað sem aðstofa, ef þú ert svona súperstar, það ert ekki alltaf með eitthvað aðstofafólk sem að tala við ykkur og við erum bara, hvernig getur hún bara, veist, hún vil hafa cozy og... Já, getur það eitthvað svona. Svona elda mat, eitthvað í Vesturbænum var ég að lesa. Já, ég meina, hún væri í sporthúsinu, ég myndi ekki láta hann í friði, sko, þannig þýttir hann að vera bara í baðhúsinu. Ef ég mætti ekki kissa hana og knúsa hana, myndi ég slá hana.
Það var, þegar við vorum að taka þetta viðtalið hana, maður var bara, má ég faðma þig? Við fengum líka að faðma hana. Já, en ef þú myndir, ef ég myndir slá hana, bara svona í hnakkan á henni. Það er bara glata að slá hana í hnakkan. Já, en þá myndum við fara með þá minningu til Bandaríkjanna. Þá er ekki fáviti á Íslandi sem sló mig í hnakkan og gera eitthvað mál því og það er ég, þá er ég einhvern veginn. Þá ertu orðið minning. Þá er ég svona hluti hennar lífi. Já, viltu vera svona hluti? Nei, reyndar ekki sko, en veist, hvað gerir maður ekki? Hvað gerir maður ekki til að vera minningi á Evi Mendes? Já, við skulum fá hér ríkala flott lag áður en við förum í eitt símtali viðbót sem tengist Homma-hátíðin. Við hringdum á henni Rikka G og Huga og vorum að spyrja hvort það væri ekki stemming fyrir helginni því að Ber So Nice hátíðin sem sem sagt Homma-hátíð fyrir Bangsalega Homma. Já, og hún á Íslandi helgina og ég ætla að taka eitt svolítið símtal eftir þetta lag og já, ég svolítið spenntur fyrir því. Það feiminn maður. En fáum fyrst á FM 95 blöðum á FM 957 Sveppi, það var hugmynd fjölskylda mín, hún nú bara að verða ansi aktív í þessum þætti. Já, að nýta þetta sko. Það hefur alltaf verið. Við náttúrulega vorum að stríða Rikka G og Huga áðan á hátíð fyrir Bangsalega Homma sem helgina. Ég var að fá hugmynd sem ég veit að þú verður mjög ánægð með. Já. Ég var að spá að hringja pappa. Já. Kristján Blöndal. Kitty Blöndal. Ég svo langt sem ég sé hann, hann bangsalegur? Nei, hann nú ekkert veið, hann svona, hann kannski svolítið bangsalegur, hann bara smá bumbu. Hann ekki feit, hann svona, þeir ekkert ósvipar. Já, ég svona alveg sem pappin. Já, og hann með sem krullur líka. Nú, ok. Hann Ég ætti nefnilega alveg heima á þessari hátíð, sko. Já, en hann sko, þetta sennilega síðast sem að pabbi mér myndi vilja ræða með eitthvað svona grín. Já, en hvernig ætlar að hringi í hann? Sko, ég þarf svona að ná honum inn. Áður ég spyr hann bara hvort það sé ekki spenna fyrir helginni. Þá var ég að tala við, ég var með hann í golfum helgina. Og ég ætla svona aðeins að, ég fer bara svona mjúkt inn í þetta, svo hendi ég svo á hann. Alveg bakt bara vera vondur í gegn. Já, þannig að ég svona í byrjun símtal þá mun fólk bara heyra hvernig ég tala við pabba minn. Já, og svo fer og spyr það. Já, svo hendi ég svo á hann. Ó, ég er svo til í þetta. Það ekki? Ó, ég fær bara illt í hjarta strax. Ég held að þetta gæti, já sko, ef að mamma mín er feimin, pabbi mín er svona 10 svona verið. Hann hefur engan áhuga á að taka þátt í einhverju svona gríni. Ó, ég er hann spenntur í hjartanu. Það verður yndislegt. Hringja henni kallinn, tegum. Já. Pabbi. Já. Hæ, Dröti. Hæ. Hæ, hvað segir þau? Það er góður, sko. Það ekki, hvað það brasa? Ég er bara inn í rútinu að fara heim. Já, á vinnunni bara? Já, ok. Þetta var skemmtilegt. Við vorum jafnir þetta í gólmótuna. Já, hvað, fenguðu eitthvað velun þarna svo? Hjördís fekk hérna gólskó, þetta kostar 30.000 kall. Já, ok, hvað, bara úr skórkortu eða? Úr hvað sér þið? Nei, hún var í 4. sæti, það var 15 velun. Já, ok, glæsilegt. Þetta var bara flott. Hvernig voruð þið komin í bæinn? Ég var komin 6 leitir. Já, ok. Já, það hefði verið svolítið seint að ég kom með ykkur. Já, þetta var bara fínt. Já, þetta var mjög gana. Það var bara farið strax einn voru þeim. Já, þau fóru bara strax. Þetta var skástinn einhverju minni sem var alltaf. Já, þetta var ég að sjá sem að hjá þér og svo gafst náður. Það var alltaf að koma. Það var að koma þarna gamli tættar. Við förum aftur og maður fær nú ekkert mikið að þessari meira, já, maður fær kannski helgina að vera gott við. Já, sko það. En ertu ekki orðin spenntur fyrir helgina annars, eða? Núna helgina? Já. Takk fyrir. Ég var eitthvað að lesa að stefnir í metaðsókn hjá okkur núna. Metaðsókn? Já, stendur hérna að stefnir í metaðsókn hjá okkur núna helgina. Metaðsókn? Hvað segirðu? Metaðsókn hverju? En það var samt rosalega, það var samt alveg slatti í fyrra, eða ekki? Það stefnir í metaðsókn og hátíð fyrir Bangsalega Homma. Það er líka rugglaður það er ekki að byrja með. Hvað hver að koma inn í strákandir í Ber So Nice? Ég er að gera þessu, ég er að blæða í rútinni. Ætlar að taka lónið með þeim? Hvað segir þið? Að taka lónið með þeim, það? Ég heyr ekki aldrei í rútinni. Ég er að segja að Ber So Nice ætlar að taka lónið með þeim helgina, bara að hitta á því matnum. Ég held að þetta eitthvað að byrja, við erum út að koma í þáttið eða eitthvað. Nei. Já, við heyrum þessu veitum við. Hvað voruð þið margir í fyrra?
vel ekki að byrja þér. Það heyrist þér. Það getur gaman að skella svona sig og ég var að gera það. Þetta verður stuð hjá okkur. Þetta verður stuð hjá okkur, já. Já, ég heyri þér. Ok, skal maður. Mér var að líta. Hann vildi ekki skella á mig. Þetta var pabbi minn og ég get lofa eitthvað því þetta er mér sem ennþá fyndnar að þið viti hvernig típan er. Djöfull er þetta gaman. Veistu að það er gaman að heyra þetta allt og vita bara, ég var bara að bíða eftir því hvernig þú myndir byrja. Fara inn í þetta, ég þurfti að ná honum fyrst, þannig að hann myndi ekki haldið að vera að ringja út af hvernig. Þetta var yndislegt. Þá erum við búin að taka Huga, Reka G og pappa í þessu sama gríni, en hressandi var þetta. Þetta er fyndið. Vakti mikla athygli á MTV hátíðinu daginn, en lagið gott engu að síður. Nú er klukkan að verða 6 þennan þriðjudaginn og Gauti Blöð og Sveppi Krullað kveðja ykkur, kæru hlustendur. Tíminn hefur nú aldrei flogið. Já, þetta er fljótt að líða. Time flies when you're having fun. Great minds and time flies. Já, þetta er allt að gerast þetta. Við erum búin að vera svolítið mikið í kringu gottan en í gegn tíðina, greiðlega. Sultan. En við þökkum ykkur kærlega fyrir hlustunina og minni á þáttuna morgun. Það verður við Pétur Jóhann hérna í Fantastuði frá 4 til 6 og takk ég vel á móti Rikka G, hann er hérna að þetta í stúdíóðu verður held ég með ykkur til 9 í kvöld. Bánsa hommin okkar. Bánsa hommin okkar, Rikki G. Ég varst að setja það í trailerinn. Hvernig er, já, við sjáumst í fótbolta þetta, Svenni. Já, það er bolt í kvöld. Við erum ekki saman í liði, sá ég. Við erum ekki saman í liði og það er gott fyrir þig. Okkur? Ég er alveg agalegu formi, sko. Já, hann er samt alltaf baráttið hérna í tímanum, sko. Já, þú náttúrulega hugurinn. Já, ég er 18 ára í höfðinu, sko. Já, hugið með mér í liði. Þú ert reynda með Simma Vill í liði. Já, þú er mjög gaman að því að honum í liði, ekki? Já, hann getur ekki rifist við mig. Veistu þetta hverju? Ég fer alltaf að hlæja. Mér er drullu sama hvað hann segir. En við ætlum enda þetta á læginu á leiðinni heim. Það er eitt gamalt og gott og gerðið með Magni okkar Ásgeir. Það er ódöðlegt hér árið. Þetta er Live með Dolphins Cry. Já, höfrungarnir. Það er ekki ágætis lag á leiðinni heim. Jú, þetta er ekki alltaf. Takk kærlega fyrir að hlusta í dag. Heyrumst á morgun. Bless.